Hvað gerðum við í vikunni? Jú, við heimsóttum Soru optimistakonur á Snæfellsnesi, Blómalindina í Búðardal, leikdeild Skallagríms og endum svo að Reykjahrygg í Hvalfirði. Gjörðu þið svo vel! Konur eru konum bestar. Við heyrðum af Soru optimistafélagi á Snæfellsnesi og ákváðum að kynna okkur þennan eldhressa kvennaklúbba aðeins betur. Við erum svona kvennafélag sem sér heimabyggt, þjónustu og hjálpa konur í heimabyggt helst og svo líka bara... Já, við erum alltaf alþjóðavettvangi líka, þetta er alltaf alþjóðleg samtök og við erum 25 ára bara í næstu viku. Já. Til hamingju með það. 9. Já, takk fyrir það. Já. Fyrir hvað standa samtökin? Hvað eru það bardúsa saman? Við erum í ýmsum verkefnum. Við erum til dæmis með þennan bekk hérna og fleiri bekki sem við höfum reist í minningu sérstaklega kvenna. Og svo erum við með þessa pistla sem við gáum út í tilefni 100 ára afmælis kosningaréttar kvenna. Það gáum við út 1 pistil í mánuði í bæjarblaðið okkar Jökul og þar sem við fjöllum þessar konur sem settu svip sinn á okkar bæjarfélag og þá erum við að tala allan Snæfellsbæ. Og svo höfum við verið í búðaverkefninu, hverju voru að þrífa á búðum. Með grunnskólanum. Já, með grunnskólanum, þjóðgarðinum og hótelbúðum. Hvernig gengur það fyrir sig þrífa hvað? Hótelið, herbygginn? Nei. Taka til kannski frekar í fjörunum og svona. Já. Það er orðið þannig hjá okkur að það er orðið voða lítið eftir að rusli. En þetta er svolítið skemmtileg ferð og kannski útvikku við hana. En þarna koma allir krakkar úr 3 skólum, 8. bekkur úr 3 skólum í Snæfellsbæ. Og við förum fjörundnar og svæðið og hreinsum. Og svo bjóða þær okkur í súpu og eftir og hótelbúðum. Sambandi við greinarnar sem við birtið á konunum, er þetta frá okkur ákveðnum tíma eða bara alveg eins langt aftur og heimildir hafa? Bara alveg eins lengi, já. Svo fyrsta sem var skrifað var Guðríður Þorbjarnardóttir. Þannig að hún setti aldeilis mark sitt á söguna og síðan bara konur sem voru að skipta sér að kannski kallamálum og að segja og voru að taka þátt í því sem kannski ekki allar konur gerðu. Og þetta bara lukkaðist alveg svakalega vel og almenn ánægja hjá bæjarbúum að þessu skildi haldið til haga. Og hvað ætlið svo að gera við þegar þið búin að afla þessara heimilda allra? Hvað við fyrir að gera? Við erum að fara að gefa út blað í næstu viku og sem við erum að fara að selja til fjáröflun hjá okkar. Það sem við styrkjum síðan í framhaldi það að við styrkjum hérna smiðjuna sem er smiðja fyrir þá sem að hafa skerta starfsorku sem er núna í Ólafsvík. Og við höfum svolítið mista frá upphafi styrkt sem sagt fatlaða og þá sem er með skerta starfsorku, bæði í Borgarfirði og Gufuskálum og nú er það í Ólafsvík. Og þangað fara meira og minna stór partur af okkar peningum. Bekkirnir sem að þið sittið á, þeir eru með nokkra svona bekki víðsvegar bæjarfélagið. Hver er sagan á baku þá? Við erum með bekki á Arnarstapa, Lýsahól inn í Ólafsvík og svo hér. Í Tröð? Já, í Tröð, já. Og við erum að sitja niður og sögja til dæmis í Tröð er þetta sjókona sem fór út að sjó í gamla tíð. Jú. Og voru við fleiri konur heldur en við gerðum okkur grein fyrir sem voru að róa og voru kannski bara með þessa formenn á bátunum. Hérna er það sjókonur og alveg frásögn af því sem til er sjókonur og á Arnarstapa er það Helga Bárðardóttir og síðan erum við með 2 skáld, Helga Dagverðará. Hún var mikið ljóðskáld og við erum með ljóð þar eftir hana og svo eftir dótturinnar, hennar Ólínu á Ökrum. Það eru líka ljóð eftir hana við þann bekk. En í Ólafsvík er þetta sjókennslu sem var þar. Já. Sundkennsla. Sundkennsla, já. Já, þarna já, sundkennsla. Það sem að börn fengu fyrstu sundkennsluna. Og í Lýsuhóli er þetta Á Lýsuhóli er þetta ölkelduna. Þessa sérstöku heitu ölkeldu og sögur tengdar því. Þannig að við erum ekkert endilega að fjalla konur.
en svona það sem kannski konur hafa geta nýtt sér og annað slíkt, þannig að, já. Við höfum verið með mikið af svona fyrirlesturum sem við fáum inn á fundi hjá okkur og eru náttúrulega í tengslum við bæði landssamtökin og heimssamtökin, þannig að við erum að fá alls konar upplýsingar alls staðar að. Þannig að við erum, já, við myndum segja það er þó nokkur fræðsla og svona, já, ýmislegt sem við tökumst á við. Það sem er sérstakt við þennan félagsskap hérna í Snæfellsbæ er það að við erum eini klúbburinn sem er úr öllu bæjarfélaginu. Hellisandi, Rifi, Ólafsvík og sveitunum báðum. Og það gerir þennan félagsskap alveg sérlega skemmtilegan vegna þess að við erum að tengjast konum sem hefum kannski aldrei gert annað en að segja góðan daginn við. Og við erum á öllum aldri og það er svolítið mikið aðalatriði. Ég heyri það að þið kallið hvor aðra systur, eða ekki? Nú er heilsast út í búð sælsystir. Já, við gerum það. Við kallum okkur systur. Já. Við erum stór optimista systur. Já, þannig að, já. Þegar við sendum hvor annarri afmæliskveðju á Facebook og þá segum við til hamingju með afmælið, kæra systir. Og fólk segir, þið systur? Alveg er ég viss að verðandi brúðguminn í Búðardal, þessi sem vann í Sigöldu og bauð langömmuhillinni í svaka partí, hefði verslað aðfung og skreytingar hjá henni Bogu í Blómalindinni. Enda átti að verða veislunni Martí og þá duga engin vettlingatök. Þú átt þessa litlu paradís hér, sem ennþá er lítil en stendur til að margfalda. Já, stendur til að stækka ná. Hvað er í gangi? Það er akkurat í gangi að ég sem sagt fór og fekk leigt húsnæði hérna fyrir 2 árum og þess að athuga hvort það væri grundvöllur fyrir því að reka svona litla matstofu og kaffihús. Og fekk hérna frændu mína til liðs við mig og þeir lánuðu mér húsnæði og þar sem sagt gat ég sanna það fyrir mér að þetta væri eitthvað sem væri hægt, sem væri raunveruleiki og það er akkurat það sem ég er að fara að gera núna. Ég er að fara að uppfæra hérna það sem ég var með þar. Já, þú hefur verið að keyra svolítið á að sé hægt að rekja vörurnar þínar til alveg hérna til framleiðanda, eða ekki? Jú, ég sem sagt það sem ég hef verið með sem sagt eins og ég var með þar þá voru súpur yfirleitt, súpa dagsins og heimabaka brauð og það sem ég var að nota í það og svona þetta hráefni og grænmeti og ávextir. Það var ég að sækja hérna í Reykhólasveitina Dali og í Borgarfjörð. Já, hérna heima í héruðanum. Já, þannig ég gat rakið og sagt hvað væri í gangi. Hefurðu verið að taka á móti ferðamönnum svona í lokal hittinga? Já. Hvernig gengur það fyrir sig? Það er sem sagt, þá hefur bara komið, sem sagt gætarnir hafa bara hringt, sem þeir gerðu og bara báðum að fá að koma með hóp. Já. Og ég reyndi þá að hafa þetta svona sem öðruvísi upplifun, svona sveitastemmingu með, sérst, gat sagt hvaðan grænmeti kom, úr hvaða gróðurhúsi, eða jafnvel úr hvaða beði, hvaðan fiskurinn var, saltið, hvar vatnið inni. Og svo, svona í gríni þá hérna, kórónaði maður ofan allt saman og sagði, I'm a local person. Ég er blómaskreytir og geri skreytingar alveg frá vöggu til grafar og allt sem tengist blómum. Og þá er maður fléttað inn í þetta gjafir svona til þess að, eins og maður segir, í reddingar, en svo er alltaf meira og meira að ferðafólk taki vörur. Og þá er ég að hugsa núna að hafa þá meira íslenskt að boðstólum. Íslenskt handverk. Já, íslenska hönnun og svona íslenska gjafir. Ert þú að hanna og gera eitthvað sjálf, annað en auðvitað blómakransa og svoleiðis? Nei, en maður gengur með ýmislegt í miltanu. En það er kannski bara tímaleysi og aðstöðuleysi sem heftir mann. Hvað ertu búin að vera með þessa búð lengi? Ég byrjaði 14. apríl árið 2000. Og þá byrjaði ég leigði húsnæði sem núna er Rauði krossinn. Já. Svo fór ég út í að sækja mér þetta húsnæði og lenda því hérna. Og svo fannst mér þetta vera svona orðið svona hálf íþyngjandi smæðin hérna og það get ekki gert það sem ég var að hugsa um. Þannig að þá ákvaði ég að annarkvort að hrökkva eða stökkva og það var fyrir valinu að stökkva. Og svo hendist ég hingað yfir aftur.
stökk aftur og nú ætlaði ég sérst Stökkva hér? Já, ég búin að taka langt tilhlaup og nú verður stokkið. Já, og þetta að vera klárt allt saman bara? Það bara núna næstu dag, sko. Já. Ég sitt bara alltaf fullt núna bara. Það sérst að skemmtilegasta bara margbreytileikinn, það engin dagur eins, þú veist ekkert á hverju þú áttu von á. Og allir dagar eiginlega svona eins og happdrættisvinningur. Stundum fer maður heim súr og stundum kátur. Bjart framöndan í Búðardal? Já, ég vona það bara. Já. Ég held við verðum bara að, hér tækifærin, umferðin, allt gegnum streymið og mikið af fólki. Félagsheimilið Lyngbrekka ekki allt þar sem það séð. Ó nei, reglulega tekur leikdeild Skallagrímsstaði yfir og fyllir af söng og gleði svo undir tekur í panelnum. Við litum við á æfingu á sérstöku afmælisverki því leikdeildin fagnar 100 ára afmæli þessar mundir. Til hamingju með 100 ára afmæli leikdeildar Skallagríms. Takk fyrir það. Hvað eru þið að gera? Nú erum við að fara bara yfir 100 ára sögu leikdeildar í stuttu máli. Við ætlum náttúrulega ekki að fara í gegnum öll verkin en við tökum svona brotaði besta. Hér í kvöld ætlum við að fagna 100 ára afmæli leikdeildar Skallagríms. Ungmennafélagið Skallagrímur var stofnað á almennum íbúafundi í Borgarnesi þann 3. desember árið 1916. Þú ert í forsvari fyrir þetta leikstýrir í þessu verki. Já, ég var svo frekasti núna. Það bara valið. Þetta áhugamannaleikhús, ekki? Jú, þetta bara áhugamenn. Já. Og þið eruð að fara að setja saman verk af þessari 100 ára sögu. Já, við tökum sem sagt brot úr verkum sem hafa verið sýnd oftast og hafa notið sem mestra vinsælda líka. Já. Og röðum þessu saman og spinnum aðeins á milli, sko. Vorum við að detta inn í afmælisveislu? Snýst þetta afmælisveislu hérna? Já, í rauninni eru karakterar úr þessum leikritum síðustu 100 ára að koma saman og fagna þessum áfanga. Og almenningi boðið til veislunar líka? Almenningi boðið til veislunar, koma og horfa á þá. Hvað út á hvað gengur svona áhugamannaleikhús? Það náttúrulega gengur bara að láta það, að hafa gaman og hitta fólk og ögra sjálfum svo svolítið. Þið setið eitt verk á ári yfirleitt, eða ekki? Jú, við reynum það. Hvernig ferlið? Nú, við byrjum á því að reyna að finna leikstjóra til að stýra okkur og yfirleitt erum við með atvinnuleikstjóra. En svona því þetta er annað verkið á þessu ári sem við erum með og þetta er svolítið okkar hugarfóstur í stjórninni, þannig að við tókum þetta bara á okkur að sjá þetta. Og höfum gert það, já, með leikhópnum að skrifa þetta eða raða þessu saman og koma þessu á koppinn. Þannig að fyrst auglýsið eftir fólki og ákveðið síðan sem sagt verkið út frá mannskap eða... Já, við reynum að smala saman því liði sem við höfum og reynum að ná sem, í þessu verki reynum að ná sem mestu öðgömlu leikurum sem áttu karaktera. Og svo hefum við náttúrulega bara auglýst þetta á opinni Facebook síðu, Leikdeildar Skallagríms. Það eiginlega byrjar þannig, við auglýsum þar eftir fólki og þeir sem að sýna því áhuga, þeir bara koma áfram. Og þeim fundið hlutverk bara í því? Þeim yfirleitt fundið hlutverk, já. Þið hefði aldrei verið með einleik hérna? Nei, það kannski kemur að því, maður veit það ekki. Hún skal vera fallegust af öllum innan land. Lífin við að spinna og réttan stíga. Eitthvað svona eftirminnilegast af ferlinum og kannski ef þú og spannar hinn 80 árin sem að leikdeildin hefur verið starfandi? Já, náttúrulega þrek og tár. Við settum það upp í mjólkursamlaginu Engjási. Það var stórglæsileg sýning, þó ég segi sjálf frá. Þar vorum við með bíl á sviðinu, gamlan amerískan drega sem að keyrði þvert yfir sviðið og gera aðrir betur. Þannig að það eru svona
eins settum við djöflægina upp þar. Þar vorum við mótorhjól. Þannig að það eru svona atriði sem maður kannski man eftir. Ekkert erfitt að leikstýra svona áhugamanna leikhúsi? Nei, það held ég ekki. Ég svo sem ekkert, vil maður ekki segja þessi leikstjóri, en ég svona aðeins að leiðbeina og horfa á þetta utan úr sal og láta þau vita hvað mér finnst að betur með ég fara. Það þau bara hlusta á það. Ennþá. Taka markaðinn ennþá. Ennþá, já. Þú ert með einhverja reynslu í leik, eða ekki? Varstu með reynslu áður og byrjar leikdeild Skallagríms? Ég var náttúrulega aðeins búinn að prófa þetta bara í skólanum, grunnskólanum. Það var svona það eina. Og svona sveitaskemmtunum innan sveitar. En svo bara verður maður húgt. Hvað fyrir mikill tími í þetta? Hvenær byrjiði og hvernig ferlið fram að frumsýningu? Hvernig staðan núna? Þetta ekki að spyrja svo. Það náttúrulega fer svolítið tími í þetta. Þetta yfirleitt þetta svona 6 vikna prósess. Svona, cirka. Og mér sýnist að sé svipa núna. Ef við erum með söng þá byrjum við að æfa sönginn talsveit mikið fyrr. Tökum því bara rólega og svo bara hjólað í almennar æfingar svona og þyngist alltaf þegar nær dregur sko. Núna verðum við á hverju kvöldi væntanlega þangað til við frumsýnum 10. nóvember. Það bara lifandi tónlist. Hvað ofboðslegur metnaður er það? Maður náttúrulega ekki 100 ára nema einu sinni. Það bara þannig. Þetta, við vildum bara gera metnaður fyrir þessa sýningu og gera þetta bara flott og við höfum reynt svo sem að gera það í gegnum árin. Að við gerum ekkert nema að það sé bara 100%. Og bara þannig viljum við hafa það. Og yfirleitt ef við erum með söng þá erum við með lifandi tónlist. Svo höfum ekki verið með hljómsveit áður, ekki svo ég mun eftir. Þannig að þetta svolítið nýtt. Fólkið sem að leika, þetta bara fólk sem að starfa við alls konar annað og bara... Já, þetta eru bara áhuga leikar og þeir eru að starfa hingað og þangað. Bændur, vélvirkjar, bílstjórar, það bara nefndu, það bara flóra. Já. Búningar, leikmynd, hvaðan kemur þetta? Við bara reddum þessu sjálf, eins og hægt er. Þannig að þeir eru ekki bara að æfa leikriti, þeir eru líka að smíða og sauma og útfæra. Já. Svoleiðis virkar það. Það er að mörg að huga á þessum tíma árs. Hún Kristín í Hvalfjarðarsveit stendur hangikjötsvaktina og pæklar og reykir af mikilli prýði. Við fengum hana til að fara aðeins yfir ferlið með okkur. Þú fær kjötið bara ferskt til því? Ég fæ það ferskt, yfirleitt ófrosið, sem er mjög þægilegt, bara svo ég þurfi ekki að bíða. Og ég merki það og vikta og svo fer það í pækil og þá lítur það svona út. Hvað er í pæklinu? Þetta er nítrítsalt sem kallað sem er náttúrulega sérvalið kjötsalt og sykur. Og vatn? Já, ég klippi niður venjulega gamla sjógala. Já, og merkir á það? Það þolir þetta? Þolir pækilinn. Gerir kúrir þetta bara undir snúrunum hjá þér? Ertu eitthvað að hengja upp hérna? Nei, maður sleppir því. Svona lítur þetta út. Þetta eru gamli sjógalar, merkt. Jón Rakari. Jón Rakari og hérna eitlæri, býður eftir jóla... Og sér merkt að þetta er ærilæri og hann vil hafa það eitthvað alveg ekstra fínt. Já. Voðalega verður hérna fitan hvít, voru þetta hvít? Já, verður svona hvít. Það hreinsast bara í... Já, verður svona hvít í fínir ínu. Meðhöndlar það eitthvað áður en að fyrir hérna núni? Nei, ekki neitt. Það fer einfallega bara beint frá
þeim sem kemur með það, þeir búin að merkja vigta, beint í pækil og ég verð að skrifa því maður á ekki að reyna að muna neitt, svo að sé rétta daga. Já. Og það svona vænt læri, þarf að vera 8 daga. Hún í pæklinum. Skerðu eitthvað í það? Ef þau eru svona þykk að þá er skorið í það. Aðeins tekið hérna í því. Aðeins inn að beini. Þannig að þetta nái. Já. Og markmiðið að pækillin nái alveg? Alveg inn úr. Já. Það aðalatrið. Og í rauninni pækillin meira atrið en reykurinn. Já. Því ef það mislukkast pækill, að þá reykurinn gerir ekkert. Sko, hann bætir það ekki. Sko, hvað það sem stórt með ferskt kjöt, svo fer það í pækilinn, það sem er sykur og þetta salt sem það fer í gegn. Hvað það sem að það gerir fyrir reykinn? Það ver kjöti, því að kjöti myndi úldna í velgjunni í reyknum. Hvort það ekki hægt að reykja neitt nema að sé sett í það salt. En hér þetta og á þeirri viku sem það í, að þá tvisvarsinnum tekið upp úr tunnu og færi á milli. Misjöfn styrkleiki? Nei, það sami styrkleiki en til þess að hreyfa það. Já, til þess að hreyfinga. Við það að taka það upp, þá opnast pínu og þá getur það lent svona onni næst og þetta lendir þá botni og ég minnst að kosti held að það sé öruggara. Hvernig byrjaði þetta? Þetta byrjaði nú bara sem tilraun fyrir svona, það var 1970. Það var smá bárjárnskýli uppistandandi og mér langaði að prófa hvort ég geti reykt mitt eigið kjöt. Og það tókst. Og þótti gott og þetta fréttist. Sko ég tel að mér hafi tekist þetta vel því að annars myndi fólki ekki koma aftur. Já. Og það kemur ár eftir ár. En það gríðarlega reynsla fólkinni, hvað sagði 1970? Já. Hvað ertu komið 40? Það komur að tóka í 50 ár. Já. Það ansið mörg hérna, það mikið reynsla sem liggur á baki. Og ég hafði ekki til dæmis pækilmæli átti ég ekki lengi vel. Nei. En þetta allt svona óeðlega fínt. Já, til þess að mæla styrkleikan á pæklinum. Já, það náttúrulega... Já, ég átti það ekki. Þannig að þú bara farið eftir tilfinningunni í því. Já, algjörlega. Þegar þetta búið að vera hér í 6-8 daga eða eitthvað, þá gerum við það. Og af því að þetta mikið, þá get ég ekkert beðið eftir að síja af því. Bara fer með að beint í kassa, keyrið upp í kofa. En svo að aukast að fólk biður tvíreikt. Þá hef ég það 12 daga til 14. Tvíreikt í rauninni bara lengri tíma. Það lengri tíma til að þorna og hanga upp í reykkofanum. Tvöfaldur tími. En svo bara aðalatrið hengingin á eftir. Svokölluð tvíreikta hangikjöti. Það að hafa geymslu til að geta látið það hanga. Þá virkar það. Gerist eitthvað í kjötinu þá? Ef það hangir uppi í... Þá þornar það. Auðvitað situr þá eftir saltið og svolítið meiri sterkja reyknum og þá verður það svona rosalega gott. Hvað heldur þú sért að taka mikið af kjöti? Það komið 500 kíló núna og í allt. Og þetta mesta vertíð núna svona þegar jólinn fara að nálgast? Já. Ég tek út nóvember, tek á móti af því að þá ætla ég að reyna að vera búin að skila af mér miðjan des. Reykurinn í kofanum? Hvað ertu með þar? Hvað ertu að brenna og hvernig? Það tað og birki. Og ekki, hvað sagður að kjötið lengi inni í ofnunum? Í reykofnunum? Í kofanum. Það svona stór stykki, svona 8 daga. Já. 8 til 10 daga. Og þú kveikir ekki, þetta ekki bara kveikt undir á fyrsta degi og slögt á 8. Þetta eitthvað húst þar? Nei, ég kveiki á hverjum degi. Og ég passa mig að hafa það ekki meira brenni en það að ég komist inn til að kveiki á hverjum degi af því að ég þarf í svona rútínu að þá þarf alltaf að vera að setja inn, kannski annar hver dag, inn kjöt og taka niður sem að orðið reykt. Og það aldrei partí sem inni akkurat í hálfa mánuð eða... Já, ég skil. Já, þú ert að eiga við það. Alltaf. Já, auðvitað. Í einni góðri tunnu hér á að vera hryggur sem þarf að komast upp í dag. Nei. Já, hér hann. Hér kemur hryggur, búin að vera í sólarhring. Hún Silla í gröf á þennan hrygg.
Nú fer hann í kofan. Nú fer hann í kofan og tökum við hann þangað. Og 2 daga. Ef að kíkja í kofan? Já, sko labba í kofan. Ég hafði það svoleiðis fyrst að þá reykti ég frá sjálfri mér læri og til að pröfa skar það svo upp og hafði það til að leyfa fólki að smakka rátt og til að sannfæra að þetta var allt í lagi, alveg rautt inn að beini. Akkurat það sem ég ætla að spyrja, er ekki galdurinn við góðan pækil að þá ertu með kjötið alveg rautt inn að... Alveg inn að beini. Já, annars verður það grátt, það er raunin ekkert að því. Nei, það verður grátt, sko. Já. Jú, maður borðar allt en þannig er ekki sparimatur. Það er einn stór munur sem að ég hef tekið eftir í gegnum áratugina. Lömbin eru orðin svo væn. Það er stór munur. Greinilega ræktin er bara allstaðar orðin mikið betri, vöðvarnir þykkari og bara fallegra kjöt, frampartarnir þéttari og þá þarf maður pínlítið að skera undir bó. Já, til að ná inn. Aðeins inn að beini, öryggisvegna. En það er mikið betri lömbu á bæjunum, ég sé það. Ég var mógull og ferlegur gaur. Ætli við þökkum þá ekki bara fyrir í kvöld og sjáum okkur eftir viku. Var ég bestur og í borgum heimsins gestur, átti banka og skítnóa naur. Svo til fjandans allt fer, engin framtíð hér er og mín frægðar sól